Yngvi, þetta endaði ekki eins og við höfum óskað. Nei, það eru þetta stórt atvikan í lokin sem að kannski gefur okkur færi á að komast hugsanlega 2 stigum yfir og í staðinn rennur skotklukkan út og þeir fara á komast yfir í fyrsta skiptið eða bara frá því held ég í fyrsta leikluta. Og þú veist, en við gerðum flest allt mjög vel nema það við klárum ekki sóknirnar okkar í seinni hálfleik og mér fannst þeir fá að ganga ansi hart fram í þriðja og fjórða leikluta sem er kannski dæmi um það, þeir voru með 10 villir eftir þriðja leikluta og þú veist þeir handtjekka og en við þurfum að læra hratt, við erum þetta bara í úrslitakeppni, þeir voru í úrslitakeppni í fyrra flestir hjá þeim og við þurfum að læra hratt að læra inn á þessa línu sem að dómararnir virðast ætla að setja. En heilt yfir er ég mjög ánægður með þetta besta varnar frammistaðan okkar í vetur sem er súrt auðvitað að hún hafi ekki skilað sigri. Það var margt mjög jákvætt, strákarnir voru stemdir og æðislegu stuðningur og satt að segja búin að vera í allan vetur þannig að við viljum endilega spila þó ekki sé nema einn leikur hérna aftur. En svona er þetta. Þetta var geysilega fínn fyrirhálfleikur, svo eins og þú nefndir komu þeir öskuvondir inn í þriðja og svona kannski einhverjir dómar sem að fóru svona sitt og hvað en vörnin kannski ekki einn sterk í þriðja leikluta hún hafi verið í fyrsta og öðrum. Nei, það var nú aðalvað það að þú veist hvort sem að voru villur ekki þá vorum við bara ekki að slúta sóknarnum okkar og í staðinn voru þeir að hlaupa í baki á okkur, koma sér aftur inn í leikinn og það var nákvæmlega það sem þeir að gera í Kópavogi. Þú veist það er ekkert annað hægt að gera heldur bara að klára skotin sín að Nebo skulle verið 5 af 15 og þú veist fara 3 á línan og mér fannst það bara óðurlegt og ég fekk uppskart tækni fyrir mótmæli og þú veist mér fannst það ansi hart. Já, það var þessi tæknivilla sem við skildum ekki í lýsingunni hvaðan kom. En Ágúst fínleikur, Ingimar fínleikur, ég meina margt gott sem hægt að taka úr þessu leik engu að síður. Já, margt mjög gott og annað slæmt. Við vorum mjög naífir í lokin þegar við þurftum á því að halda og executum illa og töpum boltum og mér fannst bara við hefðum getað gert betur. En þú veist út af að mér fannst svolítið á þeim tímapunkti eins og Breiðablik er gott lið og þarf ekki að hjálpa að halda þá fannst mér við svona afhendaðum þetta heldur auðvöldlega en eins og ég myndist kannski á það var atriði þarna sem mér fannst mjög stórt. Ég er ekki að segja kannski tök of stórt upp við að segja að það hefði verið leikur en að það hugsanlega hefði gefið okkur þó færi að vera með yfirhöndina þegar skammtar eftir. Stór leikur framundan í Kópavogi, hvað þurfum þið að gera til þess að reyna að ná sigri í þeim leik? Við þurfum þetta bara að spila eins og við gerðum í dag og þú veist, maður veit aldrei eftir, þú veist, þetta er alltaf áfall að tapa kannski öðrum leik í úrslitakeppni og lenda 2-0 undir. En sko ég hef fulla trú á því að við, þú veist, nú er þetta bara þetta gamla góða klísi, það er bara einn leikur í einu og þú veist, við erum lið með heilmikið að stolti og viljum gera vel og okkur fannst við hafa bara reynt að satt vera flatir og lélegir í fyrsta leiknum og kannski skrekkurinn úr okkur núna, þannig að vonandi getum við bóðið upp á aðra eins framistöðu, þannig að ég er bara, við höfum hvort þetta að spila þann leik, þannig að það er alveg gott að við mætum, við þurfum hvort að gera það. Mikið rétt. Nú eru tveir svona stórir bitar í liðinu, Hinrik og Nemanja, báðir meiddir, er ykkur vona að sjá þá eitthvað á næstunni? Nei sko, Hinrik auðvitað, þú veist, við erum alltaf að tellast á Hinrik en hann er bara búinn að spila 4 leiki með okkur en samanskapið við erum búin að vinna á alla þannig að þú veist, þetta er kannski orðið þreytt spurning að spyrja Hinrik en því miður fyrir hann og því miður fyrir okkur og því miður fyrir Grindavík þá er hann meiddur og verður ekki meira með og allavega ekki í fljótu bragði við sjáum það ekki fyrir okkur og við erum ekkert að halda niður í okkur andanum með það að Nemanja verið búinn að ná sér, vonandi bara gengur hans bati vel en því fleiri leiki sem við vinnum þeim meiri séns gefum við honum á að ná sér og geta hjálpað okkur en við erum held ég eins og mikið áfall að missa hann að þá held ég að við séum alveg núna kannski þú veist það var kannski meira áfall heldur en við gerum okkur ljóst fyrir kannski andlega en mér fannst menn sína það í dag að þeir þú veist bara að sjá hann í búni kannski hefur lyft mönnum aðeins upp en mér fannst, ég var ánægð með liðið mitt og ofsalega ánægð með það og það er bara
Já, ég bara hlakka til næsta leiks. Engin spurning, Yngvi, takk hérlega fyrir kvöldi. Þetta var skemmtilegt að horfa á þetta þó þetta ekki enda eins og við vildum kannski en við hlökkum til að sjá næsta leik og gangi ykkur vel.